Ja, 4 marka tap móti IBF, hver svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Bara grútfúlt. Það var leikur sem var bara játnum í fyrra hálfleik og svo mættum við bara ekki til leiks í seinni hálfleik og það er bara ástæðan fyrir við töpum. Fengum ódýrar, held ég einum manni færri svona í korter af seinni hálfleik segi og þeir gengu á lagi í IBF og náðu 7 marka fórustu held ég. Hvað þið þurftu að laga svona í seinni hálfleik til þess að tapa ekki svona? Alveg klárlega vörnin var alltaf bara mjög léleg en svo náttúrulega vorum við einum manni færri og það er bara að segja sitt í handbolta að vera einum manni færri í svona langa tíma. Við fáum ódýrar 4 mínútur á mig þar sem ég að blóta sjálfur mér yfir því og svekktur yfir því að vera að fá 2 mínútur í fyrsta lagi fyrir bara lítið og saklaust brot. Svo ég að blóta sjálfur mér og horfa á bekkinn og segja djöfullinn og fæ 4 mínútur í staðinn fyrir það. Það er bara að þeir bjóða ekki upp á neitt passjónu sér til dómarar. Það mátt aldrei segja neitt orðið á. Þetta einum dómarinn á landinu sem mátt bara ekki segja stafið. Það segir bara hætt að röfla, mér finnst þetta bara ömurlegt, skilur. Finnst þér halla á okkur dómgæsluleiknum? Nei, enga veginn, en skilur, þetta er bara handbolti og mann þurfa að fá að tjá sig. Þetta er ekki bara sport þar sem mikilmennsku brjálæði séu hvaða dómurum eða það sem ég fannst, skilur. Þetta er einum dómurinn sem segir, þetta er einum dómurinn á landinu sem ég fæ ekki og enginn af okkur fær að segja orðið, við erum bara að halda áfram að þegja, en ég meina, handbolti gengur út á passion, skilur. Við erum út á passioni. Þið missið núna að þetta úr heimaleikjasætinu Er það markmiðið? Nei, þess að það skiptir engu máli. Við erum búin að vera bara fárlega fokkin lélegir í eftir áramót og við þurfum bara að finna sigurviljann aftur og ég held að, eins og segja, þetta kemur þá fer þetta upp á við. En það er betra að vera að taka tapirinu núna heldur en að gera það í úrslitakeppninni. Og ég meina, ef við náum að komast á flug þá hef ég enga trú öðru heldur en við eigum bara eftir að standa okkur vel sem eftir áramóti. Takk fyrir.